Hér er að ræða myndband sem ætlað er þeim sem hafa áhuga á uppeldismálum út frá töluvert öðrum forsendum en oft áður. Hér leitast ég við að draga fram upplifun mína sem leikmaður en ekki sem fræðimaður á sviði uppeldis, sálfræði eða heimspeki. Hins vegar er það skoðun mín að hvort sem er að ræða heimspeking, geðlækni eða jafnvel listamann að þá er það skylda okkar að miðla því sem við upplifum ef við teljum það geta komið samfélaginu að einhverju gagni. Á þessu myndbandi er ég einungis að deila með ykkur skoðunum mínum og veltum spurningum til glöggvunar, frekar en lausnar á einhverju vanda sem komin upp í samfélaginu. Þar sem einelti og aðrir skyldir kvillar eru samfélagslegt verkefni er það von mín að þetta myndband eigi eftir að varpa nýju ljósi á umræðuna og færa okkur skrefi nær samfélaginu. Myndband þetta er ætlað foreldrum en ekki börnum. Takk fyrir. Komið sæl, Stefán Karl Stefánsson heiti ég. Ég ætla að fá okkur lánuð næstu 90 mínúturnar til þess að ræða við ykkur uppeldismál. Börnin okkar, ykkur sjálf, fjölskylduna, samfélagið og svo framvegis. En áður en ég held lengra langar mig að spyrja ykkur, vitið þið nákvæmlega hvað börnin ykkar er að gera akkúrat núna? Eru þau kannski inn í herbyggi við sitt eigið sjónvarp? Og ef svo er, hvað eru þau að horfa á? Eða eru þau kannski á internetinu? Og ef svo er, hvað eru þau þá að skoða á internetinu? Fjölskylda, nútíma fjölskylda, talar allt og lítið saman í dag að mínu mati. Og ég held að við þurfum að færa fjölskylduna meira saman en ekki að stíginni meira í sundur, eins og því miður er orðið mjög algengt. Það eina sem ég bið eru 90 mínútur af lífiðinu, eða lífi ykkar, og það annað breytir því til hins betra, eða staðfestir vissu þína þig og þína fjölskyldu. Samfélag er félag, þar sem að mörgum ólíkum einstaklingum er gert að búa saman í sátt og samlyndi við ákveðnar reglur og ákveðin gildi, án þess þó að fólk verði samdauna umhverfi sínu og glati öllum persónueinkennum. Það er því nauðsynlegt að fólk átti sig á þeirri staðreynd að þó svo að við séum einstaklingar, þá búum við í samfélagi þar sem að við erum saman í félagi. Við verðum að virða náungan og taka mið af aðstæðum, kennum börnum okkar og lærum það sjálf að virða félagsleg gildi og fara að settum reglum í samskiptum okkar við hvort annað. Við erum alltaf gjörn á að búa okkur til tæki sem að hjálpa okkur til að flokka einstaklinga í sundur. Tíska er eitt af þessum tækjum sem að flokkar fólk niður í dilka eins og sauðfé. Ef að við erum ekki réttir í tísku þá erum við ekki fullgildir meðlimir í ákveðin hóp. Hver getur sett sig á þann stað í lífinu að flokka mannlífi svona niður? Enginn. En þegar öll eru botni hvolft, þá er það við. Fullorðna fólkið sem stjórnum því hvernig þessi heimur lítur út fyrir þeim litlu einstaklingum sem að í hann fæðast. Þeir ætlast ekki til neins, heldur bíða bara eftir því að verða uppfræddir af þeim eiginleikum sem lífið hefur upp á að bjóða. Og ég segi, vöndum okkur við að vera til og verum til fyrir okkur sjálf og líka fyrir hvort annað. Þannig verður samfélagi líka miklu sterkara og samheldnin miklu meiri. Ég veit nákvæmlega hvaða spurningar eru í hugum fólks. Ég er búinn að halda gríðarlega marga fyrirlestra og ég fæ alltaf sömu spurningarnar. Og það er, hvað er einelti? Og af hverju er það? Hvernig tökum við á því? Hver eru afleiðingarnar? Ég vil byrja að segja við ykkur, við getum í rauninni tekið þetta orð einelti, tekið það út og sett í nánast hvað sem er í staðinn fyrir það. Ofbeldi, hvers konar ofbeldi. Það er hægt að sitja nánast hvað sem er. Hvað sem eru reykingar, eiturlyfjaneysla eða hvað það er. Þetta kemur allt að sama hlutnum. Hvernig ölum við upp börnin okkar? Það snýst málið. Og ég vil meina það að hvort sem það er einelti eða hvers konar ofbeldi sem við erum að tala reykingar eða hvað, börn læra það sem fyrir þeim er haft. Það verður aldrei oft sagt. Það er staðreynd. Það er algjör staðreynd. Þetta er til í samfélögum út allan heim vegna þess að við gætum barna okkar ekki nægilega vel. Það er mín skoðun. Þá spyr ég, til hvers eignumst við börn? Persónulega veit ég það ekki, af annarri ástæðu en sú að jú, við þurfum alltaf að fjölga okkur og allt það. Jú, ég meina, blóm fjölga sér,
Hvernig ölum við upp börnin? Höfum við einhverja hugmynd það? Hvernig við ölum börnin okkar upp? Og þurfum við að taka próf kannski í því að ala upp börn? Er það kannski málið? Við þurfum, það er svolítið skrítið til þess að hugsa, við þurfum nefnilega próf til að keyra bíl. Við þurfum meira að segja í 20 tíma og það er maður sem situr við hliðina á manni eða kona og metur ástandið. Nei, þú þarft 4 tíma að viðbót áður nú ferð út í umferðina. Það er einhvern veginn, þú færð ekki lánað barn og elur það upp í 20 tíma og svo færðu próf. Það getur hvaða fífl sem er eignast barn. Hvaða fífl sem er. Hugsið aðeins út í það. Ég veit ekki, ég gerði það til að byrja með þegar ég var með þessa fyrirlestra mína og hef verið með þá, að þá raðaði ég upp bókum svona sitt hvorum megin á borð og uppeldisbókum. Raðaði upp svona, læraði að þekkja börn, unglingar og foreldrar þeirra, heimspeki og börn og svo framvegis, alveg sko svona 50 bókum. En inn á milli þá setti ég bækur sem voru lærðu að skilja köttinn þinn. Hundaræktabókin, litir, hestalitir og eitthvað svona. Þeim var öllum stólið. En ekki bókum sem fjölluðu uppeldi barna, þær eru það allar eftir. Það kom aldrei neitt að skoða þær nema svona eitt og eitt viðundur sem hefur áhuga á barnauppeldi. Ég veit það ekki, af því ég var nú að tala um blómin áðan. Dýr. Við treystum okkur til dæmis ekki alltaf til þess að eignast hund. Þetta er mikið í umræðu og örugglega á mörgum heimilum. Mamma, mér langar í hund, mér langar í kött. Nei, þú færð ekki hund og þú færð ekki kött. Af því að það er svo mikið vesen. Við treystum okkur ekki til að ala upp hunda vegna þess að það þarf að sinna þessu svo hrikalega mikið. Það þarf að fara með þetta út að labba. Það þarf að labba með poka í vösunum, þetta skyldi skíta einhvers staðar. Þetta fólk skiptir ekki bleiu á börnunum sínum. Það nennir því ekki, það er svo mikið vesen. En samt hugsar það til tilhugsunar, hvað væri gaman að eignast barn, svo mikið krátt. En þá segi ég, eignust við ekki bara börn? Af því að okkur vantar áhorfendur. Er það ekki málið? Kannski er það málið. Við eignumst börn af því við þurfum áhorfendur. Þeir eru komið að með sæt. Finndu hvað pabbi er sterkur? Óttu svo sjáðu nýja jeppan minn. Sjáðu nýja fína úrið mitt. Já, 200 skall. Eða þá að við gerum það að við klæðum börnin okkar upp í fáránleg klæði, fáránleg föt. Svo gerstu mig þegar ég var lítill, ég var klæddur í matrósaföt. Og frændi minn er Bjössi Bolla, sem var alltaf klæddur í matrósaföt, ég geti ímyndað ykkur ástandið á mér. Ég segi það, við eignumst börn af því okkur vantar áhorfendur. Ég hallast meira og meira að því. Það sé málið. En ef við skoðum aðeins samfélagið sem við búum í, við búum öll í samfélagi. Samfélagi. Það er að segja, við erum saman í félagi. Ef við skoðum orðið aðeins nánar. En erum við eitthvað saman í félagi? Sjáum við til dæmis baktal eða að gera grín að náunganum sem er þjóðaríþrótt okkar Íslendinga, uppnefna Siggi Jóa og Killi Póki og Nonni Pósi og þegar var fyrsti maður í bænum sem við pósa í búðuna sína. Og það var ein kona út á landi sem sagði við mig hér í þessu sveitafélagi, hef ég ekki nafnið að kennitölu, heldur hér er ég dóttir föður míns. Meinandi það að uppnefnið sem hún hafði þurrkaði algjörlega yfir hennar eigin persónu.
Hún var dóttir föður síns. Svo fór hún eitthvað annað og þar gátt hún notið sín. Og þetta kunnum við svo vel. Og sérstaklega þið sem búið á litlum stöðum, vegna þess að það er alltaf verið að skoða snúrurnar hjá nágrannanum. Þessar rósóttu krepunærbuxur sem þau eru alltaf í guðmöti búið að hanga á snúrunni síðan 74. Og allt þetta. Stöðuga baktal sem börnin læra það sem fyrir þeim haft. Það er verið að tala skilnaðarmál. Þau eru vist skilin þarna og fólk hefur, það er engin fótur fyrir hlutunum. Það er einhvern veginn, þetta er rætt heima við eldhúsborði. Já, það er aðalegt hvernig þetta er. Já, og svo er hún farin að halda við nuttarann og skilja og svo framvegis. Og milli foreldrana sitja börnin og hlusta. Svo koma þau í skólann daginn eftir og reka þetta ofan í þá sem var verið að tala Og þar með búið að brjóta þær sálir niður og svo framvegis, keðjuverkandi. Börn læra það sem fyrir þeim er haft. Og aðgát skal höfði nervur og sálar, það er bara þannig. Við ræðum ekki hvað sem er fyrir framan börnin okkar, við gerum það ekki. Þegar ég var á mínum yngri árum þá fann ég oft fyrir mótlæti og aðrir fundu fyrir mótlæti frá mér líka. Það er eðlilegur þáttur í lífinu að fara í gegnum. En er það eðlilegt að fjöldi fólks fremji sjálfsvíg og að ofbeldi fari jafn vaxandi og raun ber vitni? Samskipti nútímans eru að færast meira og meira á tæknilegu hliðina og við erum að hætta að tala saman. Ég fann hvernig ofbeldið hafði áhrif á mig þegar ég fór að eldast, fyrir ekki. Það er ekki alltaf að maður veit að verið er að beita mann ofbeldi eða að maður er að beita einhvern annan ofbeldi. Þess vegna er mikilvægt að við lærum að þekkja okkur sjálf og þá einstaklinga sem að við hyggjumst ala upp. Mér þótti oft gaman í skóla og gaman að vera til, svona yfirleitt, og ég lét lítið á mig fá þó svo ég var klæddur úr öllum fötum á bókasafninu, dreginn á háran eftir skólalóðinni eða uppnefndur af kennurum eða nemendum. Og þegar ég hugsa tilbaka þá er það engin spurning að það er ástæðan fyrir því að tíma þá misti ég allan trú á öðru fólki. Ennþá er ég að glíma við mikla fælni á köflum. Ég held að ef ég hefði átt þess kost að tala við einhvern ástandið, ef að einhver hefði getað hjálpað mér að koma auga á þessa hluti, að þá hefði hlutunum verið öðruvísi háttað hjá mér í dag. Á sínum tíma, þegar Jesú Kristur var krossfestur, þá var hann náttúrulega og er tákn andans. Það var kerfið sem krossfesti hann, var það ekki? Ég segi að það sama er að gerast pínlítið í dag. Í öllum þessu hraða samfélagi sem við búum í. Ég segi það. Kerfið er að krossfesta andan enn og aftur. Og við erum andinn. Við erum samfélagið. Og við erum alltaf að kenna kerfinu og segja kerfinu, þetta er kerfinu að kenna. Helvítis kennararnir, þetta er hrikalegt að þeir skuli ekki taka á þessum málum. Við erum með eldrauð í framan upp á kennarastofu. Hvað er að gera hérna? Förum á félóg. Af hverju fæ ég ekki íbúð hérna? Skilu, við erum brjáluð. Hvað með okkur? Hvað ætlum við að gera? Í Frakklandi, skiljið, ef að bensínlítrinn hækkar 0,1 krónu, þá bara stoppa allir bílana sína. Og þeir bara svona leggjast á flautuna. Þangað til að það er búið að lækka krónu á móti. Samstaða, menn láta ekkert vaða yfir sig. Á Íslandi, hver er andskotans sama? Hver er andskotans sama? Og ég segi það, hver er andskotans sama börnin okkar? Andskotans sama. Fylgjumst ekkert með þeim. Tillaðum bara fyrir svona sjónvarpi. Horfa á það elda matinn. Ég er að lesa mokkan hérna, ég fekk ekki frið til þessi morgun. Fara á netið, skoðaðu eitthvað skemmtilegt. Fara á netið, þetta er fullt af netinu, þetta er ekki alltaf á netinu. Ég keypti handaði tölvuleik hérna. Með þess að úr seinni í heimsstyrjöldinni, fara á dreftum nokkra. Skilurðu. Það sem verðst Amerikani og verðst að drepa Þjóðverja og... Eða farað á netið og skoðaðu síður eins og rotten.com. Þekkið þið hana? Ég sé að nokkur brosa og já, en það eru hissa og segja nei. Ég get sagt ykkur það, þetta er vinsælasta heimasíða meðal barna á aldrinum 6 til 14 ára. Rotten.com. Á þessari síðu er verið að sýna myndir af líkum. Það eru lík
á þessari heimasíðu. Þetta eru myndir sem búið að stela bæði af lögreglu og af mönnum sem koma fyrstir á vettvangslýsa, jafnvel glæpamönnunum sjálfum. Þarna er verið að sýna lík, sundurlimað, yngsta barnið var nokkurra mánaða gamalt barn sem var búið að skera í tætlur. Sauma síðan saman aftur og aðeins að reyna að farða yfir það og svo var það tekin mynd af því og sett á síðuna. Heilaslettur úti, rútuslys og þetta skoða krakkarnir. Og þið hafið ekkert eftirlit með því. Af því þau eru með tölvurnar inn í herbyggi og það getur enginn séð hvað það er að gera. Því að krakkar eru miklu gáðari heldur en því haldið, miklu klókari líka. Því að leið og herbyggisdyrnar opnast, að þá bara betralíf.is. Alveg sko rangaðið af hræðslu. Hæ, ég er að skoða nýtt líf.is. Já, elskan, en gaman. Maturinn er að vera til. Ó, hvað já, vel upp alið barn. En nei, þetta eru þú að skoða. Farið inn á femin.is, farið bara inn á regnbogabörn.is, skoðuðu það sem að verið er að tala um. Og gerið ykkur í hugalund hvað verið er að tala um. Kynlíf meðal unglinga í dag. Þú ert ekki maður með mönnum nema þú sért með 4-5 stelpur með þér inn í herbyggi. Eða þá þú ert ekki maður með mönnum nema að þú sért sko, þú og 4 félagar þínir síðan með eina. Hvað verður alla ástina og hamingina þegar það er farið að tala síðan allt í einu það? Allur þessi brútalismi sem er í gangi, þetta töff og ógeð, drep í tölvum, Svo kemur alltaf kærastan og segir, já en ég elska þig, Hvað er það? Bara ég elskaði með hjartanu. Það var góð mynd. Skiljiði, af því að það bara gleymdist að forrita það í uppeldinu. Hamingja, ást, hamingja. Það bara gleymist bókstaflega. Við tölum ekki nógu mikið saman. Við virðum ekki félagsleg gildi og við berum ekki virðingu nægilega vel fyrir hvort öðru. Það er ekkert sér íslenskt fyrirbæri, samkeppni. Samkeppni er eitthvað sem við búum við alls staðar í heiminum. En þessi virðing fyrir náunganum. Ég segi að ef ég hefði á mínum yngri árum, og jafnvel enn þetta í dag, krakkar sem eru í skólum, hefðu meiri kost á því að ræða líðan sína, ræða tilfinningar sínar, að þá væri hlutum öðruvísi háttað í dag. Það er ekki nokkur einasta spurning. Ég hef farið í margar vitjanir á heimili, talað við einstaklinga sem hafa verið svo langt komnir að þeir hafa verið bara með sjálfsvígs. Og oft á tíðum er þetta einfaldir hlutir eins og til dæmis ástarsorg sem allir gangi í gegnum. Og það er oft nógu gott að tala við einhvern sem er reyndari og hefur meiri reynslu og getur miðlað af sér og sínu lífi. En af hverju erum við svona vondir hvort annað? Á 2 árum fór ég í yfir 100 vitjanir til barna, unglinga, foreldra og annarra sem komnir voru á heljarþröm og þar með á bjargbrúnina með að fyrirfara sér. Það sem mér þótti sorglegast í því var að aðstæður voru oft svo veikar og svo augljóslega hægt að hjálpa þessum einstaklingum. Í flestum tilfellum var að ræða ástarsorg. Vissulega getur verið flókin, en hjálpin þar er ofta að tala við sér eldra og reyndara fólk og heyra sögu þeirra eða bara að spyrja pappa og mömmu það hvernig hlutinir eru. Nei, það er bara hægara sagt en gert að fá pantaðan tíma hjá vinum og ættingjum nú til dags og því erfitt að fá eitthvað sem mann ennir að hlusta og röflið í manni. Það að vera til staðar fyrir eitthvað og það að eiga eitthvað til að tala við getur verið lífsbjörgnans. Þess vegna langar mig til að hrista ykkur aðeins til og segja, vakniðu upp af þessum vonda draumi. Förum að horfa á börnin okkar, hjálpa þeim, kenna þeim að skilja. Harry Potter eru sennilega einu bókmenntirnar sem börn hafa áhuga að lesa í dag. Hvað með lestur bóka? Hvað með einhvern veginn
Mér finnst allt og sjaldan orðið þar sem ég hitti krakka sem að þyrstir í að vita hluti, tilfinningar, lífið, hluti. Hvaðan kemur þetta? Frá ykkur, pabba og mömmu. Þetta á ykkar ábyrgð. Allt og margir í dag segja, ég hef engan tíma til að hugsa þetta, ég að vinna hérna á fullu, það þarf 2, jafnvel 3 til þess að vinna fyrir heimili í dag og ég hef bara allt annað að hugsa. Ég þarf að fylgjast með því sem gerist í mokkanum, ég þarf náttúrulega að fara í jeppaferðirnar mínar, ég meina til þess keypti ég nú eina helvítis jeppa hérna, ég þarf að, og svo bara förum við að telja upp veraldlega hluti alveg á fullu. Þetta allt saman spurning af því að ég veit að þið spurði, ég veit að, hætt að skamma mig, ég veit. En allir spurja, hvernig tökum við á þessu máli? Hvað getum við gert til að taka á því? Og svona áður en ég held áfram að húðskamma ykkur öllum að þá ætla ég að segja ykkur hvernig við gerum það. Við gerum það einfaldlega með því að læra að þekkja einstaklinginn. Þekkja hvort annað betur og þekkja börnin okkar og kenna börnunum okkar og kenna hvort öðru líka að þekkja betur umhverfi okkar, uppruna, þekkja hvort annað, finna til með, elska sjálfa sig. Ég til dæmis elska sjálfa mig, meira en nokkuð annað. Og í rauninni finnst mér ég algjörlega frábær. Mér finnst ég algjört æði. Þegar ég hugsa hana betur þá finnst mér ég vera alveg með, sko. Og ég gæti satt að segja ekki lifað án mín. Svo skemmtilegur ég, finnst mér. En sumir hugsa, þetta nú meiri sjálfselskan. Ríkálega maður sjálfselskur, það bara ekki að tala við hann. Jú, þess vegna þetta að tala við mig. Þetta sem ég ekki stöðugur í samkeppni við menn. Mér finnst ég svona allt í lagi. Mér finnst þú aftur á móti miklu betur en ég, en hvað er þú að segja, og þetta djúvill að þú ekki slag leiðilegur, skilja, við erum bara komin í hnút. Við þurfum að læra að sætta okkur við okkur sjálf, eins og við erum. Þannig erum við miklu auðveldara með að tala við annað fólk, hitta annað fólk. Ég að gera þetta og þetta, með það, frábær. Það er ekki döfundsjúkur. Ég samgleðst þér innilega, en ég hef mín markmið. Ég hef mín markmið, alveg fullt af markmiðum í mínu lífi. Ég hef talað mikið við fólk og við hundruð barna, ef ekki þúsundir, persónulega og foreldrar þeirra og alltaf þegar það komið til mín og talað þá ég efleitt svona, því ég nú ekki fræðumadur eins og ég tók fram, þá ég svona neyðarúrræðið. Þú lítur ekki að gera eitthvað, Stefán, þú lítur ekki að ég er búinn að reyna allt. Ég segi, ertu búinn að spurja til dæmis bara einstaklingin sjálfan, barnið sjálf, hvað það vill gera? Nei, hún er bara 6 ára, hún hefur ekkert vitað því. Hvað meinarðu, spurja það? Já, ertu búinn að spyrja til dæmis hvað áhugamál það hefur í raun og veru, eða hvað það langar að gera? Já, hún segir alltaf bara, hann langar ekki að gera neitt. Nei, flott, þá skulum við bara ekki láta hann að gera neitt. Þá skulum við bara húka og horfa út í loftið. Það er bara hverju manni hollt að gera það. Nei, það verður að gera eitthvað. Það þarf að fara í íþróttir, eða þú veist, ballett, eða fótbolta, eða það þarf að fara í körfu, eða handbolta, eða... Ég meina, öll börn gera það. Nei, öllum börnum er illt út í það. Þú átt að læra fótbolta. Þú átt að halda með Arsenal. Þú átt að gera þetta, þú átt að gera hitt. Af því bara þannig gerir fólk. Og allir eru eins, bara svona eins og í hernum. Labba allir eins, skiljið þið. Öllum skipað að gera hitt og þetta. En þegar ég hef spurt hvað langaði að gera, eins og ein stúlka sagði mikinn áhuga á ljósmyndun. Já, ok, ég skal fara og kaupa handaði ljósmyndavél á morgun, 3 fót og filmur og fá fyrir ókeypis framköllun og nú bara ferð þú og tekur myndir og svo skulum við bara opna einhvers staðar einhverju kaffihúsi, góða ljósmyndasýningu. Er það? Horfðu á mömmu? Nei, það er ekki hægt. Býtu af hverju ekki? Að því að bara, ég er að meina þetta og allt í einu kviknaði vonarneisti. Er það hægt? Já, hvernig? Bara gera það. Það er bara þannig sem við gera það. Og það fór í gang. Þetta tók á sig nýja mynd, þróaðist áfram og viðkomandi
skrifar og skrifar og skrifar og skrifar ljóð. Vegna þess að hún ákvað að skrifa ljóð með ljósmyndunum sinni líka. Núna hefur hún alveg hent ljósmynduninni og nú er komið nýtt, það er að skrifa ljóð og ljóð og ljóð og ljóð. Og við erum jafnvel að fara að gefa út ljóðabók. En allt í einu ertu komið með markmið. Eitthvað annað heldur við það að horfa í speilinn á hverju morgni og segja ég er glataður eða ég er glötuð, ég er ömurlegur því allir aðrir segja að ég sé það. Þetta að læra að þekkja börnin okkar, þekkja einstaklingana. Hvernig gerum við það? Jú, við þekkjum sumir segja, auðvitað hvað er ég þekki ekki börnin mín, þekki alveg börnin mín, hvað er þetta? Auðvitað þekki ég þau. Ég meina, það vil alltaf svona mikla mjólk út á svona mikið Sirius og smá dass af sykri og svona, þetta er allt hann. Þetta heitir að þekkja matarvenjur barnsins. Hvað með sjálfan einstaklingin? Hvað með sjálfan einstaklingin? Ég skil ekki af hverju við setjumst ekki niður og reynum að þekkja þau. Horfum í augun á þeim. Það er erfitt að skilja þig, en ég ætla að reyna það. En við erum svo snögg að gefast upp. Gefast bara upp fyrir þeim. Alltaf. Mamma, mig langar í svona, mig langar í... Jæja, komdu fram með þetta! Við þorum ekki að standa upp í háruna þeim einu sinni. Við gefumst bara upp fyrir þeim. Við þurfum að læra að þekkja þau inn á við. Allt í lagi. Ég veit að ennþá eru margir hérna sem að hugsa, já, allt í lagi, já, ég veit það. En hvað er einelti í raun og veru? Mér langar að segja ykkur örlítið af hverju ég tala svona þessa hluti. Ég geri það af eigin reynslu. Ég hef sjálfur reynslu af einelti. Ég hef sjálfur reynslu af þessu. Einelti er ekkert annað en útskúfun, mótlæti. Þess vegna segi ég, við getum sett hvað sem er hérna í staðinn, mótlæti. Við verðum allir fyrir mótlæti, peningaskuldir, það er ekki mótlæti. Þetta er allt mótlæti og við þurfum að læra að takast á við mótlæti og það er eitthvað sem að þið verðið að kenna börnum að takast á við. Ég hef lært það, hvað það er að verða fyrir mótlæti, ég hef líka lært það að verða fyrir miklu meðbyr. Þannig að ég þekki báðar hliðar málsins mjög vel. Þegar ég var í skóla þá var einelti mitt mótlæti, það var mjög falið. Bæði fyrir mér, kennurum, foreldrum mínum. Við höfðum í rauninni engin hugmynd hvað var að gerast. En það hugsa ég að ef það hefði verið vitað, hefði verið reynt að taka á því. Ég var ekki boðið í afmæli. Fáir kom í afmæli mitt. Ef einhver. Ég mátti ekki koma hingað og þangað. Ég mátti ekki vera með. Ég mátti ekki vera með. Nema kannski, jú, að það hentaði klíkunni. Það því átti mikið dót og svona. Þá voru stundum boðaðar heim til einhvers með allt dótið mitt og hurðinni lokað. Dótið mitt tekið og mér hent heim. Svo var ég skilað í pörtum daginn eftir. Og þetta mótlæti í rauninni sem ég er að tala um. Ég man til dæmis eftir því að ég var einu sinni klæddur úr öllum fötunum upp á borði í bókasafninu. Fötin mín voru sett fram. Ég náði að sníkla mér fram úr bókasafninu fyrir framan alla, allsber, reyna að finna fötin, náði að klæða mig þarna í nærbúsvötnar og bólinn. Þegar nokkrir aðrir strákar eldri sáu mig, að þeir drógu mig á hárinu eftir körfuboltavellinum alla leið bak við skólan. Á hárinu. Þannig að þá blæddi úr hársverðinum, ég veit ekki hvort ég hafi fundið þessa tilfinningu. Hún er mjög vond. Og allir rispaður og klambúrar fór ég og náði í fötin mín og klæddi mig og fór heim. Hvað kom fyrir? Ég datt, við vorum í fótbolta. Datt bara, allt í lagi með mig. Allt í lagi, skan. Ég gerði mér ekki grein fyrir þessu. Það er búið að telja mér svo mikið trú það að maður sé ekki neitt. Og maður byrjar að trúa því. Áhrifin, seinna meir, eru alger tilfinningadoði. Lengi vel grét ég ekki einu sinni yfir kvikmyndum. Það er bara allt í lagi. Sorglega atriði. Hvað með það?
Mér var alveg sama. Mér byrjaði að verða sama hluti, sama allt. Einhvern veginn. Það hættu ástand. Það á þeim tímapunkti sem að við leiðumst út í alvarlega hluti. Lokum okkur inni og læsum okkur inni og neitum að fara út. Förum í eiturlyfjaneyslu til þess að deyfa tilfinningar okkar enn frekar á þennan ógeðslega sársauka sem í hjartanu. Byrjum að reykja til þess að fá að vera með þessari grúpu. Reynum allt til þess að falla inn í hópinn. Það síðan aftur á móti eitthvað sem ég gerði ekki. Það sem ég gerði var að ég fór mikið upp í kirkjugarð. Ég reyndi að virkja í sjálfum mér. Ég reyndi að halda í þetta í sjálfum mér. Bara mannlegar tilfinningar. Allt algjörlega ómeðvitað. Ég faðmaði tré þegar ég var lítill. Því að mér fannst það svo æðislegt. Æfði mig bara að faðma. Faðmaði tré. Ég lá á leiðum upp í kirkjugarð og talaði mig út hlutina. Við fólk sem hafði tíma til að hlusta á það sem ég hafði að segja. En allt var þetta ómeðvitað í raun og veru. Ég náði mér upp á mínum þingslum með því að fara og leita mér aðstoðar að sjálfsögðu. Fór að hitti geðhjúkrunarfræðinginn Margréti Blöndal í Hafnarfirði og hún hjálpaði mér við að breyta viðhorfum mínum til lífsins. Þar sem ég hafði tapað svolítið trúnni á fólk, annað fólk og sjálfa mig í leiðinni og í rauninni það bjargaði mínu lífi. Ef við fáum gat á hausinn þá gerum við hvað? Við förum inn á slysavarðstofu og látum sauma fyrir gatið. En ef við fáum sár á sálina þá eigum við að fara og leita okkur aðstoðar. Leita okkur hjálpar hjá sálfræðing, geðlækni, geðhjúkrunarfræðing, félagsráðgjafa eða einhverjum sem getur talað við okkur á faglegum nótum. Ég veit að fólk haldið fordómum gagnvart þessum hlutum, ég var það líka tíma en viðhorfum mitt til þessara hluta hefur algjörlega breyst eftir því að þetta í rauninni bjargaði mínu lífi. Að minnsta kosti var þetta rétt ákvörðun í mínu tilfelli. Áhrifin sem ég að tala eru mjög alvarleg og við horfum þar að leiðandi upp á eitthvað sem heitir sjálfsvíg. Sjálfsvíg barna og unglinga. Allt niður í 6 ára gömul börn eru haldin dauða ósk í íslensku samfélagi í dag. Sjálfsvígum fer fjölgandi og það ekkert öll sjálfsvígstilfelli skráð sem sjálfsvíg. Sjálfsvíg eru mjög algeng meðal ungs fólks. Ég hef sjálfur komið að svona 80 tilfellum eða meira. Þar sem að börn og unglingar hafa ýmist náð að fyrirfara sér eða reynt það og sú sjón ekki falleg. Sjá 13 ára gamalt barn hanga í snöru vegna þess að það fékk ekki að vera það sem það sjálft. Þurfa síðan að fara fram tilkynna foreldrum. Hvað hugsa foreldrar? Hvað gerði ég rangt? Já, þá hugsum við það. Hvað gerði ég rangt? Auðvitað getur maður nánast aldrei 100% sagt þetta var ástæðan eða þetta var ástæðan. Það geta margir hluti spilað inn í svona. En við eigum að vera óhrædd við að ræða þessa hluti til þess að geta ritskoðað á hausinn á okkur og reynt að koma betur í veg fyrir að svona hluti gerist. En það ekki á ábyrgð þeirra sem hengja sig eða drepa sig með einhverjum hætti. Það ekkert bara á þeirra ábyrgð. Þetta okkar ábyrgð allra. Ég þoli ekki þegar að tala þá sem fremja sjálfsvíg. Þetta eru sjálfselsku púkar. Ég bara þoli það ekki. Það algjörlega óþolandi. Það þið sem eru sjálfselsku púkar að segja svona. Vegna þess að allir þeir sem hafa fyrirfarið sér ævina, ég vissum að stærstum hluta þessa fólks hefði verið hægt að bjarga. Þetta segir blákalt framan í okkur. Bara með því að opna umræðuna í samfélaginu
Bæði ekki bara sjálfsvíg, heldur bara að opna tilfinningalegar umræður. Hvað læra börnin heima? Mamma grætur alltaf yfir kvikmyndum og pabbi gerir alltaf grín að mömmu. Sjáðu mömmu, hún byrjuð. Mamma byrjuð, eigum að ná í klósettpappír þetta? Og við gerum stólpa grín að mömmu sem grætur yfir kvikmyndum. Og krakkarnir læra þar að leiðandi, grát ekki og þú veist, af því að það bara verið hlegið af mér, skilurðu. Og þannig bara lokum við tilfinningarnar inni. Það algjörlega út í hönd. Sjálfsvíg. Ég fór að tala sjálfsvíg opinberlega. Það hringdi síminn hjá mér dag og nótt frá fólki úr heilbrigðisgeiranum, úr lögreglunni, kirkjunni jafnvel. Stopp. Við ætlum að biðja þig að ræða þessa hluti ekki opinberlega. Af hverju ekki? Af því að það hefur sýnt sig tölur sýna það að sjálfsvígum fjölgar ef að þetta rætt opinberlega. Já, einmitt. Þeim myndi fjölga langmest ef við myndum hætta algjörlega að tala það. Trúið því. Algjörlega. Þetta fólk hefur engan til þess að tala við. Þess vegna gerir fólk þetta. Það hefur engan til að tala við sín mál. Og eigum við þá bara að þakka niður umræðan og passa að það muni enginn ræða þetta við hann. Já, þurfum við að fara í gulu bókina stöðugt og finna okkur sálfræðing og borga aðleguna til sálfræðinga sem að vissulega hjálpa manni. En það eru bara ekkert allir sem að hafa þann kjark til að bera í veikindum sínum til þess að fara þangað. Við getum gert svo mikið gagn í þessu samfélagi. En við gerum það bara ekki. Af hverju gerum það ekki? Af því að við erum að horfa á Friends, við erum að horfa á Survivor, við erum að horfa á Bachelor. Við erum að horfa á raunveruleika sjónvarpið með ferköntuð augu. Við hittum börnin okkar mjög sjaldan, það eitt mjög fyndið, við hittum þau nánast ekki neitt. Menna, einsætni skólar, þau eru í skólanum aldrei 5. Svo komum þau heim, þá fara að byrja að elda, barnatíminn í sjónvarpinu, hann að passa sig upp á því, passa sig upp á það. Hann byrja 6, þannig að þið þurfið ekki að vera með þeim nema klukkutíma eftir skóla. Þá bara hægt að stilla þeim upp á sjónvarpið, alveg til 7, og þá hægt að segja, farið inn á leiki ykkur, fréttirnar að byrja, það er einmitt byrjað klukkan 7, og svo bara komin háttatími klukkan 8. Þannig að þið rauninni hittu þau bara klukkutíma, 2 mest alveg. Það segja ef þau eru óheppin, þá hittu þau 2. Annars þurfið þið bara að hitta þau klukkutíma. Þannig að þið þurfið að hitta þau alveg lítið. Þannig að finnst ykkur skrítið að við þekkjum börnin okkar svona lítið og við þekkjumst svona lítið eins og raun ber vitni. Mér finnst það bara ekkert skrítið. Svo alltaf talað þetta við mig. Jú, auðvitað elska ég barnið mitt og börnin mín. Auðvitað ger ég það. Ég segi, það er ekki til neitt auðvitað í því. Það er unnst inni gera það allir, en af hverju eru þá 68% morða á börnum framin einmitt af foreldrum? Þetta er staðreynd. 68% morða á börnum eru framin af foreldrum. Hvað með þær nauðganir á börnum sem eru framkvæmdar í dag? Það er hægt að tala kynferðisafbrot. Þetta eru nauðganir. Börnum er nauðgað, jafnvel afar. Ég veit dæmi þar sem að afi nauðgaði kornabarni í 10 ár. Og ekki bara því, heldur líka dætrum sínum og fleiri barnabörnum. Þessi maður var aldrei dæmdur. Okkur er bara andskotað sama. Hvað er að í hausnum og hvað er að í þessu samfélagi? Við hugsum ekki annað en peninga. Velmegunarbumban, hún er orðin svona stór. Hvert heimili í dag er ekki með undir 10 til 15 rafgreiðslur á vísakortinu sínu. Kaupa þetta. Mamma, mér líður illa. Heyrðu, ég er að kaupa. Við erum bara trítil óð. Hvað er í gangi? Samt, þegar horfa fréttirnar, þarf alltaf jafn hissa. Rosalega er mikið einelti. Ofboðslega eru háar tölur í eiturlyfjaneyslu. Ofboðslega eru unglingar í dag orðnir svo ofboðslega samfélag. Rosalega er þetta mikið böl og allt er svart og ömurlegt.
Ég er nú fegin, þetta ekki svona hérna. Já, ég segi það er vegna þess að mín að ég hef unnið hörðum höndum hér við þetta heimili, ég er búinn að vinna með þessum höndum, berum, fyndu siggir hérna, hvernig ég er búinn að bera björg í bú og við erum öll í eitthvað svona steinaldar hugsunargangi ennþá. Allt í lagi, börn fæðast fordómalaus. Það er bara þannig. Þau fæðast algjörlega fordómalaus. Að hægt og rálega þá kennum við þeim þetta. Gegnum fréttir, kvikmyndir, internet og svo framvegis, tölvuleiki, umræðunum, við eldhúsborðið heima. Við kennum þeim það þannig. Tilgerð, ljúga, segja ósatt. Þannig kemst ég, þú veist, og alveg hreint, alveg frá því pingu pons upp í að þau horfa í augun okkur hérna. Þá eru þau búin að vera að læra ykkar aðferðir við það, hvernig hægt er að snúa á ykkur og aðra. Í staðinn fyrir að hlutirnir eru bara talaðir út. Ok. Það er alltaf gaman frá því að segja með heimilin. Hvað fólk hittist lítið. Arkitektar í dag fyrir að hanna húsin sín til dæmis með svona sérstaklega almenning í huga. Svona hringtorg í miðjunni. Þannig að sé alveg öðvöld að fjölskyldan hittist, veist. Og lappar, hæ skan, hvernig þú fara? Ég er að fara á klósti, já, ok. Veist, þannig að þá, veist, þú ferð úr eldhúsinu inn á klósett, þá ferð þið gegnum hringtorgi. Almenningur. Þá sé öðvöld að allir hittist. Ég veit það ekki. Ekkert sjónvarp á 50 þið munið eftir því. Ekkert sjónvarp á 50 æðislega tilfinning. Öll fjölskyldan, það var svona spilakvöld hjá mörgum og svona. Og nú er bara sjónvarp allan sólarhringinn hérna. Og nú er rafmagnskerfið í landinu orðið svo fullkomið að því miður þá er rafmagni hægt að fara eins og oft af eins og við kannum það. Þannig að það bara sloknaði á öllu. En þá kviknaði á okkur fólkinu. Þegar slöknaði á öllu rafmagnsdraslinu, sko. Og þá var þetta svona kósí, þögn í myrkrinu smástund og svo hver er að djóka? Kveikja ljósið! Svo allt í einu þá pínulítill ljóslogi og svona eins og flugur öll fjölskyldan svona inn í ljósið. Halló, sæll. Jósef heiti ég, bróðir þinn. Já, hvað sagður? Áskotarútturinn stór. Já, takk. Ertu fermdur? Svo kemur ljósið á og allir þjóta í burtu eins og rottur. Eða minkar inn í hólur. En mamman stendur yfirleitt eftir ein á gólfinu með kertið. Fjölskyldutengslin á undanhaldi í heiminum og er Ísland þar engin undantekning. Þrátt fyrir góðar tilraunir fyrirtækja og ýmissa stofnana til þess að leggja áherslu á fjölskylduna í þeirri vonum að afköstin verði betri og að starfsandinn verði sem bestur, hefur ekki tekist að færa fjölskylduna meira saman, heldur þvert á móti. Hún hefur færst meira í sundur. Því að þó svo útflutningur og önnur viðskipti hafi gengið mjög vel á undanförnum árum hér á landi, þá er fjölskyldan ekki til útflutnings, heldur einungis til afnota fyrir fjölskyldumeðlimi. Það er alveg ljóst að ef við látum glepjast af veraldlegum gæðum og veðsetjum fjölskyldu okkar og skuldsetjum verður fjölskyldan fljótlega partur af verðbréfamarkaði og þar er hún fljót að falla í verði. Samkeppnin og öfundin út í náungan er eitt af því sem hefur oft sett heilu fjölskyldunar á hausinn. Hver fjölskylda í dag á orðið meira af skuldum en nokkru sinni fyrr. Velmegunarbumban er orðið svo stór að við liggjum afvelta og getum okkur hvergi hreyft. Með öðrum orðum við verðum að axla ábyrgð á okkur sjálfum og fjölskyldu okkar. Við þurfum að bakka aftur til tímana þar sem að við höfðum til dæmis ekkert sjónvarp á 50, ekkert sjónvarp á sumrin, tímana þar sem að rafmagni fór af hvað eftir annað og fjölskyldan settist niður og talaði saman inn í litlum kertaloga, greip jafnvel í spil og var þannig stemt. Tíminn stóð í stað og nærveran var allt sem þurfti. Við búum við mikinn hraða sem að virðist bara fara vaxandi og tækniþróunar öld sem að gerir miklar kröfur á tíma okkar. Gleymum við ekki að fjölskyldan er það dýrmætasta sem við eigum. Svo er eitt sem okkar segja við sambandi við samskipt okkar við börn. Það er þetta,
þegar börnin leita til ykkar. Ég veit að margir foreldrar, þau eru að velta þessu fyrir sér, af hverju leita börnin ekki meira til mín en þau gera? Af hverju ekki? Hvað er málið? Það er bara einfaldlega vegna þess að þið hlustið aldrei. Þið hlustið bara þegar ykkur hendar. Ef það er eitthvað leiðilegt í sjónvarpinu þá ætli verður ekki að hlusta á börnin. Hvað? Við hlustum aldrei. Mamma eða pabbi, hvað? Hvað? Hérna, mér líður ekki vel. Nei, farðu þá og legðu þig. Hvað er þetta? Nei, mér líður bara ekki vel. Hvað á ég að gera? Fáðu þig Magnil, fáðu þig Panodil, brjóta hann í sundur bara, þú veist að hann gerir. Nei, það er alltaf verið að stríða mér. Hvað er þetta? Mér var strítt líka maður. Það er alltaf verið að taka mér húfuna. Hvað? Það var nú tekið af mér hárið þegar ég var í skóla. Já, nei, sko, þau voru að reyna að drekja mér í drullupolli. Herðu, einu sinni var ég á sjó og ég var næst í því drukknaður. Geturðu toppað það? Nei, ég get ekki, nei, blessaður. Þetta er ekki þessu helvítis væli. Og þau fara bara inn í herbyggi. Það er ekki hægt að tala við þetta siklið, maður. Það er tilfellið. Við afgreiðum þetta bara einhvern veginn. Af því að það er svo ógeðslega mikið mál að eiga hund. Það er svo mikið mál. En svo viljum við alltaf að þau komi til okkar og nú þarf ég að knúsa mig. Komdu nú og knúsaði mömmu. Knúsaði pappa það svo. Finndu líka vöðvana þessi leiðinu svona hérna. Gaman maður. Bara þegar okkur hendar. Það er svo æði. Nú líður mér vel. Já, mér líður ekki illa. Það látti ekki svona. Var ég ekki að knúsa þig? Þannig inn í herbyggi með þig. Það er mikilvægt að foreldrar tali við börnin sín. Ræði við þau bara lífið og tilveruna. Og þegar ég hef farið og hitt krakka, hringinn í kringum landið, þá hef ég spurt þau hvort að það sé ekki tala við þau heima, hvort að pappa og mamma sé ekki svolítið dugleg við að sittast með þeim niður í sófa og ræða málin eða niður við eldhúsborðið. Og einn lítill drengur út á landi sagði við mig að jú, hann gerði það nú. Settist niður og talaði við pappa og mammu, en þó aðalega pappa, en ekki mömmu. Ég var svolítið hissa og ég sagði, nú af hverju talar ekki við mömmu? Ég fyrir bara að geispa þegar mamma talar. Já, ég segi, geispa, af hverju fyrir að geispa þegar mamma talar? Af því hún er í Framsóknarflokknum. Og þetta er enn eitt dæmi um það að börnin læra það sem fyrir henni haft. Stundum er gaman í skólanum. Stundum er leiðilegt. Stundum er lífið skemmtilegt. Stundum er lífið leiðilegt. Við þurfum að kenna börnum þetta. Stundum vinnur þau í fótbolta, stundum tapar þau. Þannig er lífið. Mamma, það er leiðilegt í skólanum, eða pappi, það er leiðilegt í leikfimi. Gott. Gott, já. Þá lifir þú bara svona þokkalega eðlilegu lífiðinur. Já, býttu, ræða málin. Í dag var til dæmis mjög leiðilegt í vinnunni hjá mér. Ræða það. Já, var það? Já, þetta. Ok, þá fá börnunum tilfenguna, hei, ok, frábært. Foreldrar mínir eru mannleg. Ég held að þau væru bara svona perfect. Nei, þau eru ekki fullkomin. Þau eru það ekki. Flott. Til ég að tala við þetta fólk. Það er svo auðvelt að takast á við þetta. Það er ekkert mál. Þess vegna spyr ég stöðugt. Af hverju nennið þið ekki alveg börnin ykkar? Af hverju nennið þið ekki? Af hverju kennið þið alltaf einhverjum öðrum Það er ekkert mál að takast á við þetta. Það er ekkert mál. Ég á í pokahafninu eina góð tillögu til þess að reyna að laga þetta. Hún hefur virkað mjög vel. Mjög vel. Þetta er ákveðin stund sem að ég hef predikað á heimilum og ég veit sko fjöldan allan af fólki sem hefur notað þessa aðferð að staðaldri og hún virkar 100%. En þetta er svolítið skrítið vegna þess að þessi stund getur bjargað heiminum. Hugsið ykkur. Ég á lítinn hlut hérna á blaði sem getur bjargað heiminum. Það er bara einn lítill vankantur á. Og það er það að hún bara virkar ekki. Nema hún sé notuð. Þá virkar hann. Alla leið. Ef ég horfi tilbaka og hugsa öll tilfelli sem ég hef komið að inn á heimilum, í skólum og víða um land,
Þá hugsa ég oft, kannski getum við bara ekki búið saman, kannski viljum við bara vera ein. Eigingirni er eitthvað sem við lærum mjög fljótlega á lífsleiðinni og hún fylgir okkur alla ævi. Við getum verið örlátt á peninga en níska okkur sjálf, eða öfugt. En ég held að lykillinn að þessu öllu sé að reyna að skilja og hvetja aðra í kringum okkur og taka fólki bara eins og það er en ekki eins og við viljum hafa það. En umfram allt, þá verðum við að elska okkur sjálf meira en við gerum og láta það hjálpa okkur að skilja þarfir annarra út frá þeirra forsendum en ekki okkar. Ef við lifum í stöðugri samkeppni upp á líf og dauða, nú þá enda bara með því að við töpum öll, ekki satt? Mér hafa verið send þúsundir bréfa á þessu tímabili sem að ég hef haldið þessa fyrirlestra frá fórnarlömbum, þolendum, gerendum, áhorfendum, öllum. Og bara til að árétta það, einelti, gerendur, hvort sem var gerandi eða þolandi í lífiðinu eða áhorfandi, skiptir ekki máli. Við erum öll undir sama þaki og ábyrgð okkar er alveg jöfn. Við eigum öll að taka jafna ábyrgð. Ef að eitthvað grunsamlegt er að gerast í húsinu við hliðina, gera athugasemd við það. Ekki bara, heyri ekki þegar pabbinn er að berja fjölskylduna. Fara yfir. Viltu fyrirgefa, ert þú að berja hérna fólk? Nú hugsa þessu mér, friðhelgi fjölskyldunar. Já, friðum bara heimilisofbeldi, gerum það. Samþykkjum það bara, já, kýldana, já, kýlda, og kyrktu krakkan, já! Stöndum bara og hvetjum hvort annað áfram. Eða gerum annað, stöndum og gerum ekki neitt. Þá erum við bara, hei, hvað er með poppeskan, hann er að lemja. Veit. Og áhorfið á sín bara, hefur niður, skilur. Og Bubbi og Ómar missa vinnuna. Ég hef fengið þúsundir bréfa frá fórnarlömbum og öðrum fórnarlömbum aðstæðina sem eru þolendur, gerendur, áhorfendur við öll. Það sem fólk er að segja með sögu sína og þetta bréf hér er frá stúlku í 10. bekk. Og hún segir, ég hef verið lögð í einelti síðan í 7. bekk. Ég hef með þunglindi á næst hæsta stigi sem er mjög hættulegt. Ég hugsa daglega að fyrirfara mér og fæ grátköst að minnstakosti einu sinni á dag. Ég er reið eða döpur og alltaf þegar ég er reið þá læt ég það bitna á mömmu minni. Mér langar svo að gera það ekki en ég get ekkert að því gert. Mér gengur illa í skólanum, í samskiptum við kennara, ég fæ útrás á sumum kennaranum og þar á meðal skólastjóranum sem er ekki gott. Skólastjórinn hótaði mér. Ef ég fær ekki leik við mig, þá yrði ég rekin úr skólanum og þá þurfti ég bara að fara að vinna. Það hata mig allir. Allir í skólanum hata mig, nema einn kennari sem hefur trú á mér. Ég hef reynt að fyrirfara mér 3 til 4 sinnum. Ég hugsa það daglega. Ég kem í skólan og þá er byrjað að kalla á mig feita ógeðið. Ég er kölluð ýmsum nöfnum. Það er skrifað á borðið mitt, jafnvel svona falleg orð. En ég þarf að fara til geðlæknis. En að fá tíma hjá geðlækni þegar maður býr út á landi, það er eins og að grafa eftir gulli. Mér finnst þess að lífið sé tilgangslaus hlutur, ekkert sem kætir mig, ekkert sem ég brosi yfir. Ég lít á mömmu mína og pappa, brosi og ég hugsa hvað ég er heppin að eiga svona yndislega foreldra. Ég vil ekki hverfa frá þeim. Ég vil vera hjá þeim og lifa hamingjusömu lífi með þeim. En ég get ekki verið hérna. Allt sem ég á hverfur frá mér eða ég rek það burt frá mér með því að vera bara ég sjálf. Þetta líf er svo tilgangslaust. Ég man eftir því þegar ég átti vini. Alvöru vini. 2 bestu vinkonur en nú eru þær farnar áfram. Það þolir nefnilega enginn að vera með mér. Ekki einu sinni mamma mín. Hún segir daglega við mig,
Ég búin að gefast upp á þessu og þá meinar hún á mér. Ég skil ekki af hverju ég enn á lífi. Ég vil deyja, ég vil deyja, ég vil deyja. Samt vil ég ekki fara. Þið takið eftir því, eini vonarnistinn í raun og veru í þessu bréfi samband þessara stúlku við þennan kennara sem hafði trú á henni. Það það sem við þurfum að bæta okkur í. Það að hafa trú á börnunum okkar. Ala þau ekki alltaf upp eins og þetta séu vitleysingar sem vita ekkert í sín haus. Ala þau upp eins og séu einhverjir hlutir. Við þurfum að þjappa okkur saman og takast á við þetta. Hvar byrjum við? Á okkur sjálfum. Virkjum alla fjölskylduna. Þó svo að sé að ræða bara móður eða bara föður með eitt barn. Þá þurfa bara þeir tveir einstaklingar að taka sig saman og bæta ástandið. Skólar eru ekki tilfinningastofnanir. Lengi hefur verið deilt það hvort og þá hvernig skólar eigi að ala upp börn. Ég tel að hlutverk skóla sé ekki að ala upp einstaklinga eins og heimili, heldur kenna þeim félagsleg gildi og skyldur sem eru meira almenns eðlis. Skólar eru samkvæmt lögum uppeldisstofnanir, en þá komum við að þeim vanda sem blasir við svo mörgum. Hvernig skilgreinum við uppeldi í skóla versus uppeldi heimilanna? Ég tel að uppeldisleg lína milli heimili og skóla sé oft á tíðum ekki nægilega skýrt dregin af foreldrum. Skólastjórar og aðrir kennarar geta til dæmis ekki staðið í því að faðma börnin og veita þeim þann skammt af ást og hlýju sem hver einstaklingu þarf á að halda í uppeldi sínu. Þá færi námsefni fyrir ofangarð og neðan. Við búum við gott menntakerfi á Íslandi og foreldrar verða að treysta því sem framfer í skólanum. Þegar hins vegar kemur á því að þekkja hvern einstakling, verður skólinn hins vegar að setja allt sitt í traust á foreldrana og þar oft pottur brotinn. Þar verða heimilin að taka við og þar taka tilfinningarna við. Þar fá einstaklingarnir tækifæri á að fræðast tilfinningar sínar og annara ástvina sem að bregður örlítið öðru ljósi á það sem að þeim hefur verið kennt í skólanum. Það þess vegna hlutverk heimilisins að veita einstaklingunum tilfinningalegt uppeldi á borð við virðingu fyrir sjálfum sér, virða aðra eins og þeir eru en ekki svo við viljum hafa þá, skilja og hvetja annað fólk, læra af mistökum sínum og svo mætti lengi telja. Þessar hluti læra börnin líka í skólanum, vissulega. En börnin eru í skólanum til þess að læra að beita sér sem sjálfstæðir einstaklingar og þess vegna mikilvægt að þessir þættir komi heiman frá. Skólastjóri, kennarar og aðrir starfsmenn skólans geta aldrei komið í stað foreldra, milli klukkan 8 og 4 daginn og tekið á sig að ala upp börnin. Það verða foreldrar að gera og byggja það á ákveðinu undirstöðu sem að börnin hljóta að veru sína á skólabekk. Þegar uppi staðið, þá það samvinna þessara tveggja stofnana sem að getur leitt einstaklingin til sinnar sérstöðu en samt þannig að hann geti átt farsælt líf í samfélaginu. Við skulum færa okkur örlítið nær skólanum og heimilunum. Heimili versus skóli. Það hefur ríkt stríð á milli heimila og skóla það hver á að axla ábyrgðina, hver á að ala upp börnin okkar, hver á að gera það. Og svo hefur verið að skiptast á skoðunum það. Já, mér finnst skólinni að gera þetta og mér finnst skólinni að gera þetta. Já, skólanum finnst náttúrulega bara að foreldrar eigi náttúrulega bara að ala upp börnin sín. Vegna þess að foreldrar gera það bara því miður allt of lítið. Hvar liggur þessi fína lína? Heimili og skóli. Á að ala börn upp í skóla. Skólar eru ekki tilfinningastofnanir. Þetta eru menntastofnanir. Jú, skóli samkvæmt lögum uppeldisstofnun, en skólar kenna ekki ást, hlýju og umhyggju í sama skilningi og foreldrar þurfa að gera. Skólastjórar geta til dæmis ekki staðið við innganginn í skólan og faðmað börnum. Siggi minn, velkomin, elsku kallinn minn, velkomin. Ó, hvað ég elska þig mikið. Ó, mér þykir svo vænt því ég elska þig. Ég myndi gera allt fyrir þig. Velkomin, elsku kallinn minn, ég elska þig. Já, hafðu góðan dag.
næsti, já, sæll, Gunnar minn, blessa, velkomin. Þetta bara gengur ekki. Þið verðið bara að sjá að kveðja börnin eitthvað svona og bjóðu velkomin heima. Þetta, ég meina, þeir fengju brúsklós, skiljiði, ef þið stæðu í þessu. Svo þetta sambandi við samskiptin. Það er mjög gaman að hugsa út í þetta með samskiptin, hvernig við eru heima fyrir. Hvernig rauninni við hlaupum yfir samskiptin heima. Og alla þessa hlýju, ást og umhyggju, þetta er svo pappar. Pappar eru svolítið að koma aftur. Þeir eru að koma mjög sterkir inn aftur. Og sala á lazy boy stólum hefur hrapað rosalega. Þannig ég oft grínast með það að einu skiptir sem að papparnir fara niður til barnanna er þegar þeir halla sér aftur í lazy boy. Og af hverju halda börn tombólur? Það er til þess að fá mynd af sér í Morgunblaðið. Svo að pappi sjáu þau. Hei! Sigga, askoti hafa þau stækkað. Já, gaman að sjá krakkana. Ég held bara að þau væru bara farin heim en ég var ekki búin að sjá myndaði svo lengi. Þess vegna halda þau reglulega tombólur svo pappi geti séð þau. Margar fjölskyldur kvarta yfir tímaleysi. Ég held að tímaleysi sé ekkert endilega alltaf vandamálið. Ég held að það sé meira málið hvernig við verjum tímanum saman. Og ég hef búið til ákveðna stund fyrir fjölskylduna sem ég kýs að kalla leiðindastund fjölskyldunar. Það útskýrir sig allt betur og eftir. Ég ætla að segja ykkur örlítið meira frá þessari stund, en ég ætla bara að segja ykkur eitt. Muniði það, þessi stund hún hefur bjargað mannslífum, en hún virkar ekki nema hún sé notuð. Já, margt eftir ósagt og myndi gjarna vilja segja 100.000 hluti hérna við ykkur yfir podd. En ég ætla að varpa mér sem snöggvast í eitthvað sem heitir lausn á málunum. Sko, stundin sem það bil að renna upp virkar ekki nema hún sé notuð. Þetta er 100% aðferð til þess að ná fjölskyldunni saman og ná betri tengslum. Það verður auðveldara að taka á öllum málum. Miklu auðveldara. Þið getið haft 100% eftirlit með börnunum. 100% og þau með ykkur. Þannig að fjölskyldan er komin í aðhald. Bara gjörgæslu. Munið þetta sem ég sagði áðan. Þau læra það sem fyrir þeim er haft. Þau læra ekki á leikskólanum að segja, haltu kjafti, lítil 2 ára kvikindi. Þú ert ógeðslegur. Leikskólastýrurnar standa ekki, segðu haltu kjafti maður, já, segðu ógeð, segðu maturinn er viðbjóður, segðu hommi, segðu fífl, segðu astni. Þau læra þetta ekki, fóstrurnar eru ekki með á blaði. Í dag kennum við þeim ógeðsleg orð eins og í gær. Þau læra þetta af hinum börnunum og þá segir við, það er nú alveg hrikalegt hvernig talað er á heimili hans eða hennar, það er hrikalegt. Það er nú bara ekkert uppeldi þar. Svo er þetta kannski allt frá ykkar barni komið. Það er ekki hugmyndu. Þetta læra þau heima. Þá segja foreldrarnir sem eru með réttlætiskendina alveg í botni og í afneituna og þau læra þetta bara eldri systkinum. Ég er ekki að tala svona, ég er ekki að tala. Nei, en þið eru kannski komið heim úr vinnunni, alveg brjáluð, bölvið og blótið og hvernig læra börn? Jú, þau eru pínulítil með munnana hérna og þau eru kunni ekki að tala og þau bara þess vegna tala börn þannig, þau eru að hjala eins og það heitir. Þau reyna að byrja að tala svo allt inn kemur hatt og katt. Veist, þannig byrjar þetta. Þannig læra þau hlutina. Þetta er einmitt sem sagt ekki þannig svo því að við alltaf haldið að þau læra þetta í leikskólanum. Þar læra þau samt sem áður mjög skemmtilegt lag. Í leikskóla er gaman, þar leika allir saman. Veist, þetta er bara algjör vitleysa. Það er ekkert alltaf gaman í leikskólanum. Þetta er bara tóm þvæla. Og það leika sér ekkert allir saman. Þau leika úti og inni, jú, það er nú eitt. Börn er alltaf rekin út í frímínútum.
Hvernig með ekki verið inni? Það er málið. Akkur fóðu ekki bara að velja? Ég ætla bara að velja það að vera inni. Allt í lagi vinur, verður það bara inni? Nei, þau skýta svo mikið út, þetta pakk. Þetta er svo mikið óþrifnaður í kringum þetta lið. Og gangaverðirnir, þeir alveg brjálaðir yfir þessu. Þannig er nú það, allt í lagi. Þessi stund, sem allir eru út og spenntir að fá að vita, hvað er þetta? Hún heitir leiðindastund. Leiðindastund, af því að hún er leiðinleg. Hund, leiðinleg. Og hún er það leiðinleg að þið getur átt vona því að einhverju fjölskyldumeðlimi reyni að sleppa. Forða sér jafnvel. Hún fjallar það að það er ekkert sjónvarp, það er ekkert útvarp, engin sími, ekkert SMS, engin tölva og ekki neitt. Og fyrir börn og unglinga er það bara NEI! Það er leiðinlegasta sem þið geta ímyndað sér. Og þess vegna er þetta svona mótsögnin í orðinu leiðindastund. Vegna þess að þetta verður með tímanum, þegar hann er notuð, skemmtilegasta stund lífs ykkar allra. Og eftir eitt skipti þá eigi þetta að finna brjálæðislega breytingu. Það veit ég. Ég hef fengið fullt af bréfum, símhringingum og hitt fólk persónulega sem hefur sagt við mig, veistu það, þessi skemmtilega leiðindastund, hún hefur bjargað líf okkar. Hún bjargaði hjónabandinu. Hún bjargaði syni mínum, dóttur minni, bjargaði lífið þeirra, bjargaði þeim út erfiðum aðstæðum, kom í veg fyrir. Ég ætla að segja ykkur hvað hún fjallar, en munið það, hún virkar ekki nema sem notuð. Takið vel eftir. Leiðindastund verður að vera á föstudagskvöldi eða laugardagskvöldi, af því að þá er yfirleitt frí daginn eftir. Og allir geta bara að chilla af, slappa af. Verður að byrja snemma, 6 helst, allt í lagi, 7, ekki 8, hálf 8 og málega þetta. Við semjum það, ok. Segjum hún byrja 7. Fjölskyldan kemur saman í andirinu, inngangi hússins, þar sem að allir verða vitni að því að hurðin er læst og miði er settur á hurðina sem getur litið svona út, leiðindastund. Ég var svona afsakið hlé hérna. Þetta er sett, jafnvel hér er leiðindastund, komið aftur á morgun, bless. Svo getið þið farið í rafmagnstöfluna og aftengt anddyri eða eitthvað, því það er yfirleitt tengt í dyrabjölluna. Aftengja dyrabjölluna, þannig að verða ekkert áreiti frá þessari hurð. Þið slökkvið á GSM-símum. Þið takið síman úr sambandi, úr veggnum. Ekki taka tólið af. Þið getur verið á leiðin á klósettið og akkur ekki tólið á. Og svo ringir síminn og allt búið. Slökkva á sjónvarpi, slökkva á útvarpi. Draga fyrir glugga. Nú myndi einhverju segja að þetta er nú bara einangrun. Já, þetta er einangrun. Eina kvöldstund. Þegar er búið að gulltryggja það getur enginn áreitt fjölskylduna, þá fara allir saman inn í eldhús. Þá er tekið upp á pókum, matvæli, sem að fjölskyldan í sameiningu hefur ákveðið að eigi að verða kvöldmatur. Síðan fá allir hlutverk. Þú skar æla í kartöflur, þú gerir þetta, ég sker kjötið, þú gerir þetta, allir fá hlutverk og sinna sínu hlutverki. Algjörlega, sinna því. Þegar þeir eru búin að því, þá er bannað að segja, ég ætla að það hafa klóstið eða eitthvað, þá bara, ok, verður snöggur, við tökum tíman, fljótur. Eða þú veist, ég ætla að sinni stofu og leikja mig aðeins, ég er svo þreyttur. Það má ekki. Þeir þurfa að vera saman í einangruninni í eldhúsi og elda saman mat. Og ef allir eru búnir að sínu, bara eftir að steikja kjötið, þá bara standið og horfið á kjötið steikjast. Það getur verið mjög lærdómsríkt. Sjá hvernig kjötið svona, þú veist, fer saman í steikingunni. Þegar að búið er að elda, þá borða allir saman. Allir borða saman. Þá takið þið upp hlut sem ég er hér með leyfi geðræktar. Geðorðin 10. Kannast eitthvað við það? Geðorðin 10.
Þetta eru 10 atriði sem að einkenna þá sem að búa við velgengni í lífinu. Ekki bara veraldlega velgengni, bara velgengni yfir höfuð, bara líður vel og gengur bara mjög vel í sínu lífi. Þetta er algjör snilld, þessi geðorð. Og ég ætla að lesa þau upp fyrir ykkur. Þannig farið þið yfir þetta. Og það bara tekur einn. Jæja, mamma mín, þú ert fyrst, þú byrjar að svara, eða pappi, skiptir ekki máli, einhver. Hugsaðu jákvætt, það er léttara. Það er fyrsta geðorðið. Hugsaðu þú jákvætt alla vikuna því að það er miklu léttara? Nei, á þriðjudaginn verður svolítið neikvæður og á fimmtudaginn pínu fyrir hádegi, en annars reyndi ég nú að vera eins jákvæður og ég gat. Allt í lagi, af hverju, og ræða hlutina. Þannig er farið á alla og allir svara. Hlúðu að því sem þér þykir vænt um. Kannski barnmálum ykkar. 3. Haltu áfram að læra svo lengi sem þú lifir. 4. Lærðu af mistökum þínum. Það er eins og þetta hella niður mjólk. Það eru mistök, sumir trompast. Anskotast, bölvaða kveikinu þitt, nýja parketið. Og hella sér yfir börnin. Ég hefði einhvern annan fjölskyldumeðlim að það helltist niður mjólk. Búin að gleyma því þegar hann sjálfur blind fullur af bar. Þetta hellandi niður bjór og fyrirgeðu. Þá eru börnin heima sofandi. Þá sjáðu ekki pappa eða mömmu. Þetta er það ekki öllum tilfellum, en allt á mörgum. Lærðu af mistökum þínum. Allt í lagi. Þú til ég að halda aðeins fastar af glæsið. Já, fyrirgeðu, bara rann svona úr hendinum. Ekkert mál. Ég hell oft niður. Ekkert mál. 5. Hreyfðu þig daglega. Það létti lundina. Ég segi nú bara Guði sé lof að við búum á Íslandi og það er stutt í skólana yfirleitt, þannig að hér eru börn sem betur fer mjög lítið keyrð í skólan. Yeah, right. Hér eru öll börn keyrð í skólan. Hvert eitt og einasta barn. Jafnvel þó þau búi sko við hliðin á skólanum. Þau eru vakin upp, þau eru klædd, þau eru mötuð. Og svo eru þau keyrð í skólan, jafnvel borin inn í tíma. Hvað segir það skap? Ég verður komin klukkan 4 að sækja þig. Sko, hreyfðu þau daglega, það létti lundina, allt í lagi. Börn eiga að labba í skólan. Allt í lagi, ég skil það vel ef að börn búa sko í Grafarvogi en er í skóla í Vesturbæ Reykjavíkur. Samt, þú geta vel labbað. Nei, ég skil það ef við um einhverjar umtalsverðar vegalengdir að ræða. En þau eiga að labba í skólan í flestum til. Ég meina, það er bara þægilegt. Maður bara vaknar við það. Maður fær tár í augun og maður frosið andlit og hrikalega erfitt, en svo kemur maður og heilinn þiðnar svona og maður er bara vaknaður í fyrsta tíma. 6. Flæktu ekki líf þitt að óþörfu. Þetta þekkjum við öll ofsalega vel. Hvernig við getum flækt líf okkar. Það gerist eitthvað pínulítið, smjörið er ekki lokað og það er bara það trillist allt. Þetta þekkja allir. Þið veitir, af hverju seturðu aldrei klósettsetuna niður? Sérstaklega mömmur sem eru með sko 6 kallmenn í heimili eða eitthvað. Við vorum 4 kallmenn heima hjá aumingja mömmu. Fyrirgefðu mamma. 7. Það er aðal geðorðið. Reyndu að skilja og hvetja aðra í kringum þig. Reyndu að skilja og hvetja aðra í kringum þig. Kenna hvort öðru þetta. 8. Gefstu aldrei upp. Velgengni í lífinu er langhlaup. 9. Fyndu og ræktaðu hæfileika þína. Og 10. Settuðu markmið og láttu drauma þína rætast. Ég segi það og hef það reyndar eftir öðrum að frelsi, sem er eitthvað sem við öll leitumst við að eiga í lífinu, frelsi, hið eiginlega frelsi,
það einmitt þetta. Finna og rækta hæfileika sína, setja sér markmið og láta drauma sína þannig rætast. Algjörlega óháð því hvort við náum markmiði okkar eða ekki. Alveg svo með íþróttir. Kiljiði. Það nú aðalatriði að vera með. Íþróttafélög. Það ekkert aðalatriðið að vera með í dag í íþróttum. Það bara bull. Ég vil sjá þessa breytingu í íþróttum. Fyrir utan það öll börn eru reyndar sendi í íþróttir, hvort sem þið líka það betur að vera. Það langar ekkert öll börn að fara í íþróttir. Og hvernig eru íþróttir? Ég var knattspyrnudómari í 6 eða 7 ár hjá KSÍ og þekki alveg andlitin á okkur, hvernig þau geta afmyndast á hliðarlínunni, sko. Skora! Dómari! Kannski virtur lögfræðingur eða virtur prófessor eða svo bara breytist hann í eitthvað afstyrmi á hliðarlínunni. Hvaða bull það? Býtu, þetta ekki tannlæknirinn minn sem þarna brjálaður út af hliðarlínunni? Þessi skipti bara tannlæknir, veist, hann getur ekki kast, bara ég skal taka, veist, því ég dómar í knattspyrnu, bara, táklaðu hann! Brofbeldi! Ég lenti í því þegar 5 og 6 ára gamla stúlkur voru á pæjumótinu í Vestmannaeyjum og það labbaði móðir upp að mér inn í vítateig og sagði það væri réttast að taka þig og drepa þig. Bara taka þér hausinn! Með öll börnin í kringum sig. Vitið á hverju? Af því ég dæmdi ekki vítaspyrnu hjá 5 til 6 ára gömlum stúlkubörnum. Hvað átti ég að gera? Dæma víti? Ef þau skora, hver fær fyrir ferðina? Litli markmaðurinn sem stendur í markinu. Við kennum, við ölum uppi. Ég segi, börn hafa ekkert með það að gera að keppa í íþróttum fyrir en eftir ákveðin aldur. Bara eftir fermingu hreinlega. Það var nú að kenna börnum að keppa og berjast og haltu með Arsenal, haltu með Liverpool, haltu með Manchester United, haltu með þessum, haltu með, ég segi bara foreldrar, haldið í kjafti bara. Leyfið þeim að ákveða þetta sjálf. Þegar að þetta búið, geðorðin 10 á leiðendastundinni, þá vaska allir upp saman og allir vasku upp. Þegar það er búið, vasku upp, allt orðið fínt, klárt, þá farið inn í stofu. Þar tekur við lista og menningahorn leiðendastundar. Þar sem að fjölskyldan er búin að ákveða fyrirfram eitthvað sem er gert. Allir eiga til dæmis að skrifa 1 A4 blaðsíðu smásögu og lesa upp. Alltaf, við förum og kaupum leikrit og lesum. Rómeó og Júlía, pabbi, þú ert Júlía, mamma, þú ert Rómeó, við gera eitthvað skemmtilegt, lesa saman leikrit. Pabbi les upp uppáhaldssöguna sem var alltaf lesin fyrir hann var lítill, fyrsta kafla. Mamma stendur upp og les ljóð. Eitthvað, gera eitthvað skemmtilegt. Ein fjölskylda til dæmis, það hægt að gera mjög marga skemmtilega hluti. Ein fjölskylda veit ég til dæmis með hennar leyfi, hún málar myndir, málverk. Það er 5 mínútur til að hugsa, mínúta til að mála. Svo bara sestu, tíminn er búinn. Og næsti kemur og það má ekkert samráð vera á milli. Það er bara allt í lagi, þú verður að lesa í það sem hann er að gera, það er bannað að byrja síðan einhverstaðar eftir á horninu, þú verður að halda áfram með það sem hinn er búinn að vera að gera. Allt í lagi, markmiðið þá að vera að gera fallega mynd saman. Þetta fólk ætlar að halda núna held ég bara bráðlega myndlistarsýningu sem á að heita leiðinlega myndlistarsýningin. Ábyggilegt að vera metsölu sýning og ágóðun á að renna til regnbogabarna. Ég var sáttur við það líka. Þarna er þetta að gera ýmislegt, sköpun, virkja sköpunina í krökkun og í ykkur sjálfum. Það er svo margt sem gerist þar. Það þekki ég sem leikari, listamaður. Skapandi hugsun er eitthvað sem er á, sem bara er allt of lítið afgert í nútíma samfélögum. Skapandi hugsun, virkja það. Nú, þegar að því er lokið, og þarna getið þið svona ráðið svolítið sjálf hvað er gert, þegar því er lokið, þá
svona kaffi og kökur og svona, eftir rétturinn. Og þar vil ég mælast til þess að fjölskyldan sittist niður og ræði alvarlegri mál saman. Þar getur fjölskyldan opnað sér pínlítið, þeir eru búin að eyða öllu kvöldinu saman, þeir eru orðin svona værukær og búin að leika ykkur saman, þeir eru búin að borða góðan mat, svona líður að svefntímanum, þægilegu tími til að setjast niður og ræða hlutina. Og þar getur fólk verið búið að undirbúa sig jafnvel, ég ætla að ræða við fjölskyldu mína það, hvernig mér líður, þarna á þessum tímapunkti, og það er þar sem hún virkar best leiðindastundin. Þar geta ótrúlegustu hlutir komið upp. Mér líður ekki vel, við förum að tærnar og hlustum. Og það er mjög mikilvægt á leiðindastund að þeir sem eldri eru fari niður til barnanna. Það er ekki að ætlast til þess að börnin komi upp til ykkar. Það er bara ekki hægt. Þið verðið að fara niður til þeirra. Á þess að þið fyrir að fara að leika lítið börn, ég er ekki að meina það. Heldur, fara niður til þeirra. Hvar liggur þeirra líðan? Sama skapi, nákvæmlega eins virkar litla fjölskyldan. Hún þarf að standa saman. Það kemur upp lítið atvik sem þarf að ræða. Við ætlum öll að leggjast á eitt verðin að hjálpa þér í þessu. Öll. Þeir verður ekki hent út í horn. Við ætlum að reyna það. Til þess þurfum við bara í nútíma samfélagi að bara búa okkur til stund eins og leiðindastund til þess að gera það. Til þess að koma þessu aftur inn í forritið á okkur. Þegar að þessu er lokið, þá svona sígur á seinni hlutan á leiðindastundinni, en þá er bannað að reka börnin upp í rúm, jæja, farið að sofa, opna bjór og setja vídeóið í gang. Það er bannað. Þá byrjar vökukeppni. Vökukeppni. Bara hver getur vaka lengst? Það bara má vaka eins lengi og maður vill. Og þeir geta alveg búið ykkur undir það að börnin verið vel undirbúin. Þau ætla að leggja sig fyrir daginn. Og það er svo að leggja mig. Til þess að safna kröftum. Vegna þess að þegar þau eru þreytt, bara talið þangað til orðin þreytt, þá tínist þið bara upp í rúm og sofnið og hugsið það hverju áorkuðu við í kvöld. Og hvað var gaman að eyða stund með fjölskyldunni. Daginn eftir, það geti gert það sem þið viljið. Ekki eftir leiðindastund. Þetta er þessi leiðindastund fræga sem ég er búinn að tala hér í allt kvöld. Hún virkar. Trúiði mér, hún virkar 100%. En hún virkar ekki ef þið notið hana. Það er bara þannig. Þið verðið að nota hana. Og lofiði mig því að prófa þetta ekki bara einu sinni svona í einhverju voðalega asnanlega eitthvað, já, prófum þetta, hann sagði nú, veitu hvað segir það, hann segir maður, já, slöpp á símunum, já, farið þið bara alla leið, prófið þetta bara alla leið, gerið það fyrir mig, ekki einu sinni, allavega þrisvar, og trúið mér, þið verið háð þessari leiðindastund, alveg örugglega. Það er eitt líka mikilvægt sem ég vil koma til eitthvað sem ég gleymdi að segja ykkur. Það er það að leiðindastundin má ekki vera sjaldnar en aðra hverja viku. Hún má heldur ekki vera oftar en einu sinni í viku því að þá fáum við leið á henni. Svo öllu sem við gerum. Þannig að þetta er leiðindastundin. Frekari upplýsingar um hana er að finna á regnbogabörn.is undir hvað þetta er ráða, held ég alveg örugglega. Ég man ekki nákvæmlega undir hverju það er, en þar getið þið fundið þetta. Leiðindastund og þar getið þið líka fundið geðorðin 10 eða á geð.is. Börn læra það sem fyrir þeim er haft. Eitt gott dæmi um það er til dæmis að þegar ég var á fyrirlestraferð um Suðurnesin, þá fór ég inn í hóp af 6 ára krökkum sem voru í heimilisfræði. Og höfðist að tala við þau um einelti og svona það að vera góður. Nema að ég fékk þau til þess að setjast niður við hringborð og ræða við mig málin, nema ein lítil stúlka, 6 ára, í smekkbuxum með tóbaksklút um hárið og tyggjó. Hún hafði engan áhuga á því að koma og tala við mig og ég sagði við henni, komdu elskan og sestu hérna hjá okkur og talaði við okkur. Nei, ég hef engan áhuga á því, sagði hún.
Ég láttu ekki svona, komdu hérna og talaðu við okkur, sestu hérna hjá mér, elskan, komdu hérna. Ég er ekki elskan þín, sagði hann. Ég svona, ja, allt í lagi, en þú átt að koma hérna og setjast hjá okkur, strákunum, og tala við okkur. Þetta var annars vegar fullborða strákum og hins vegar fullborða stelpum. Og þá kom upp úr henni, ég get bara sagt við það að ég og mamma, við erum með ofnæmi fyrir kallmönnum, og svo snýr hann upp og svo hélt áfram að hnoða bollur. En þetta er ágætis dæmi það að börn læra það sem fyrir þeim er haft og aðgát skal höfð í nærveru sálar. Að lokum ætla ég að lesa fyrir ykkur svolítið sem er bara til ykkar foreldra til þess að hafa í huga og þetta er unnið upp úr bókinni Skrefi á undan sem er forvarnarefni ætlað foreldrum barna í ákveðnum áhættuhópum og Elín Elísabet Jóhannesdóttir tók þetta saman og ég birti þetta hér með hennar leyfi. Þetta er til ykkar. Hérna næ ég að taka saman í raun og veru það sem ég er að reyna að segja við ykkur og hugsið vel það. Númer 1. Meta skaltu börn þín eins og þau eru en ekki eins og þú vilt hafa þau. 2. Líta skaltu á sérhvert barn sem sjálfstæðan einstakling en ekki sem krakkan. 3. Sinna skaltu sjálfri þér vel og lifa ekki lífinu í gegnum börnin þín. 4. Taka skaltu vel eftir öllu sem vel er gert, hvort sem það er stórt eða smátt og viðurkenndu það. 5. Láta skaltu börnum þínum í té óyggjandi upplýsingar af fremsta megni og treystu þeim til þess að vega þær og meta og draga síðan sínar eigin ályktanir. 6. Þú skalt ekki láta börn þín nota þig eða misnota því það skaðar þau. 7. Fela skaltu börnum þínum ábyrgð hvenær sem færi gefst, svo sjálfstæði verði þeim ekki megn. 8. Gera skaltu börnum þínum ljóst að þú elskar þau án allra skilyrða, hvort sem að ákvarðanir þeirra í lífinu falla þér í geð eða ekki. 9. Gefa skaltu börnum þínum ráðrúm til að gera sér grein fyrir afleiðingum gerða sinna í stað þess að halda yfir þeim hlífðiskildi fram í rauðan dauðan, eins og því hafi tilhneigingu til. Og 10. Ef þú virðir þessi 9 atriði hér á ofan og ferð eftir því sem þar er sagt, þá muntu hafa árangur sem erfiði. Höfum þetta í huga, sérstaklega eins og þetta fyrsta, að við skulum meta börnin eins og þau eru en ekki eins og við viljum hafa þau og kennum þeim að meta lífið og meta annað eins og það er en ekki eins og við viljum hafa það. Í lífinu geta komið hluti sem að við viljum breyta, vöðum ekki bara áfram. Tölum saman, verum samfélag og líka fjölskylda. Fjölskylda er fyrirbæri sem hefur fjöldan allan að skyldum að gegna. Já, ég veit ég get verið myrkur í máli og tekið sterkt til orða en þannig þurfum við líka stundum að taka í okkur sjálf, taka til í okkur sjálfum. Við þurfum að setjast meira niður saman, fjölskyldan, setjast niður með börnunum okkar og ræða saman. Kenna börnunum okkar hvað er rétt og hvað er rangt, virða félagsleg gildi, virða fyrst og fremst hvort annað, eins og við erum en ekki eins og við viljum hafa annað fólk. Að lokum langum við til þess að biðja ykkur að hugsa til allra þeirra einstaklinga sem er ekki lengur hérna meðal okkar, vegna þess að þeir fengi ekki að vera það sem þeir eru, þeir sjálfir. Hugsiði líka til þeirra einstaklinga sem að hafa ekki hálsakot til að kúra í, enginn vill leika við, enginn vill tala við. Og mundu það og að þið getið bjargað mannslífum með því að gefa öðrum tíma af ykkar lífi. Baráttukveðjur.